Þetta er verkefni 11 á blaðsíðu C14. Til að gera töflu 2, mannfjöldaspá, þá geri ég hana frá grunni. Ég segi insert, table og vel hér fjölda dálka og fjölda lína. Þetta eru 8 dálkar og 5 línur. Ég get líka farið hérna inn í insert table og valið 8 og 5. En það er líka hægt að draga þarna yfir. Og þá fæ ég upp töflu og ég þarf að sameina dálka og skrifa inn í þá. Ég byrja á að smella hér og setja alla dálkana hér í fyrstu línunni í blokk. Þá er layout flipin hér virkur og ég fer í merge cells. Í næstu línu gerum við það sama, við sameinum dálka í einni línu í einu og merge cells. Síðan kemur ártalið og það eru þessi 2 dálkar hér. Við fer í merge cells og merge cells og hér líka. Ég get ýtt á F4 á lyklaborðinu. Það endurtekur síðustu skipun úr lyklaborði. Síðan ætla ég að skrifa inn textan og hafa bil fyrir ofan og neðan 3 punkta. Þannig að ég ætla að gera það hérna snöggvast, fer í paragraf og hef 3 punkta fyrir ofan og 3 fyrir neðan. Svona. Og ég ætla að miðja allan texta lárétt og lóðrétt í hólfin. Þá er ég með töfluna valda og smelli hér á layout flippanum að miðja á miðju. Og ég þarf að hækka línu 1 og hækka línu 2. Dreg ég hérna á milli og ef þið viljið hækka aðra línur að þá getið þið gert það. En ég var tilbúin hérna með töflu, þannig að ég ætla að setja hana inn, ekki að eyða tímanum í að skrifa inn. Þannig að hér skrifa ég mannfjöldaspá, feitletra fyrirsagnirnar og skrifa inn texta og tölur. Og ég ætla að merkja töfluna, þá smelli ég hér og ég fer í references og insert caption og nú kemur tafla 2 sjálfkrafa og töflur eru merktar fyrir ofan töflur og ég ýti á tvípunkt og skrifa textan mannfjöldaspá samkvæmt Hagstofu Íslands og ég vista.